Hæstvirtur ráðherra og aðrir góðir gestir, velkomin í kynningu hér í Hörpunni á Orkuspá Íslands. Við stöndum hér á merkum tímamótum þar sem við erum að kynna sameiginlega orkuspá Landsnets, Raforkueftirlitsins og Umhverfis- og Orkustofnunar. Þetta er heildar orkuspá sem nær yfir jarðvarma, orkuskipti og raforku. Þannig að sameiginlegri orkuspá hér í dag er ætlað að varpa ljósi á stöðu og þróun orkumála á Íslandi og er framfaraskref fyrir skýr skilaboð og til að skapa umræður og umfjöllun orkumál hér á Íslandi. Einnig er hún grundvöllur og getur legið fyrir þær ákvarðanir sem þarf að taka fyrir framþróun Íslands í þessum málum. En ég vil þakka öllum þeim sem komu að gerð orkuspárinnar. Starfsfólki Landsnets, Raforkueftirlitsins, Umhverfis- og Orkustofnun, en ekki síður þeim markaðsaðilum sem komu að henni, raforkuframleiðendum, stórnotendum og dreifiveitum. Þannig að afrakstur spárinnar er víðtæk samvinna orkugeirans og atvinnulífsins. En við erum með hér í dag stútfulla dagskrá þar sem við byrjum á að heyra ávarp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Í framhaldi heyrum við á forstjóra Umhverfis- og Orkustofnunar. Við vindum okkur svo í aðalatriði sem eru niðurstöður orkuspárinnar með sérfræðingum okkar. Að því loknu munum við bjóða ráðherra að opna nýja heimasíðu og kynna áform sín og að lokum munum við hlusta á Rögnu Árnadóttur, forstjóra Landsnets, til að tengja saman uppbygginguna og orkuspána. Þannig að það er bara komið að því, við bara vindum okkur í dagskrána. Þannig að ég ætla bara að biðja hæstvirtan umhverfis- og orku- og loftslagsmálaráðherra Jóhann Pál Jóhannsson að koma á svið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Svandís. Kæru gestir, gleðilegan fullveldisdag. Þetta er stór dagur, ekki bara því þetta er fullveldisdagurinn, heldur líka vegna þess að þetta er stór áfangi sem við verðum að kynna hérna í dag, að loksins vinni Landsnet, Raforkueftirlitið og Umhverfis- og Orkustofnun í takt og gefi út sameiginlega orkuspá, raforkuspá, jarðvarmaspá og orkuskiptaspá. Þetta er allur pakkinn og algjört grundvallar plagg fyrir ríkisstjórn sem vinnur samkvæmt skýrum markmiðum aukna verðmætasköpun, aukna framleiðni og fjölgun vel launaðra starfa allt land. Í slíkri framtíðarsýn er orkan algjör lykilbreyta, tryggt og fyrirsjáanlegt aðgengi að raforku á samkeppnishæfu verði. Það er forsenda þess að við getum opnað nýjar dyr og ný tækifæri landið allt. Aukin orkunotkun og orkuframleiðsla annars vegar og aukin hagvöxtur, aukin verðmætasköpun og atvinnusköpun hins vegar. Þetta eru tvær hliðar á sama peningnum og hvað er hagsaga Íslands á seinni hluta 20. aldar annað en sagan af einmitt þessu, sagan af því hvernig orkukerfi og atvinnuhættir á landinu tóku stakkaskiptum eftir að framsýnt fólk sett undir sig hausinn og laðaði til Íslands fyrirtæki sem voru tilbúin að festa fjármagn í langtíma samningum orkukaup, samningum sem voru algjör forsenda þess að hægt væri að ráðast í stórar virkjunarframkvæmdir á Íslandi og hringtengja smám saman byggðir landsins. Þetta gerist ekki að sjálfu sér og það var ekki þannig að hinn frjálsi markaður sæi bara þetta allt saman fyrir okkur. Þetta gerðist með virkri beitingu ríkisvalds í þágu atvinnu og byggðaþróunar. Og það er í sama anda sem við vinnum nú að atvinnustefnu fyrir Ísland þar sem orka leikur lykil hlutverk. Við höfum byggt upp sterkt raforkukerfi sem við getum verið stolt af, en samkeppnisforskotið okkar liggur líka í varmaorkunni, þeim ótrúlega árangri sem við höfum náð þegar kemur að nýtingu heits vatns úr jörðinni, bæði til húshitunar og í atvinnuskyni. Og það er viðeigandi að við fögnum því orku sjálfstæði sem þetta hefur fært okkur hér á fullveldisdeginum. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er staðráðin í að auka samkeppnishæfni Íslands á þessu sviði. Þess vegna ýttum við úr vör stærsta jarðhitaátaki sem ríkið hefur ráðist í á þessari öld.
Þess vegna erum við að einfalda regluverk þegar kemur að jarðborunum, þess vegna vinnum við markvisst að því að þétta samstarfið við önnur jarðhitaríki og þess vegna erum við loksins að móta jarðhitastefnu til ársins 2050 sem snýst að beisla jarðhitan ekki aðeins sem tæki til jöfnunar lífskjara heldur líka til verðmætasköpunar hvarvetna á landinu. Kæru gestir, það grundvallaratriði fyrir alla þessa stefnumörkun sem núna stendur yfir að fá fram skýra og gagnsæja spá þróun raforku, jarðvarma og orkuskipta til ársins 2050 og ég vil þakka Umhverfis- og orkustofnun, Raforkueftirlitinu og Landsneti kærlega fyrir þessa góðu vinnu sem verður kynnt hér í dag. Takk fyrir. Takk fyrir, Jóhann Páll. Eitt af markmiðunum einmitt að styðja við umræðu og ákvörðunartöku hjá okkur. En ég ætla að bjóða næstan á svið forstjóra Umhverfis- og orkustofnunar Gest Pétursson. Gjörðu svo vel. Kæri ráðherra og kæri gestir, takk fyrir að koma í dag og vera með okkur. Í dag erum við að kynna nýja og uppfærða orkuspá fyrir Ísland fram til ársins 2050. Hún afrakstur vandarar vinnu, samstöðu og samráðs og ekki síst hún afurð samvinnu okkar besta fólks hjá Raforkueftirlitinu, Landsneti og Umhverfis- og orkustofnun. Það sem sérstakt við þessa orkuspá ekki bara innihaldið, heldur aðferðin og hugarfar okkar sem stöndum að orkuspánni. Því í dag stöndum við ekki frammi fyrir upplýsingaóreiðu. Við erum ekki lengur með spár sem stangast á og ýta undir ágreining og aðgerðaleysi. Við erum með eitt sameiginlegt verklag, eitt sameiginlegt gagnasafn og eina heildstæða mynd. Að eyða upplýsingaóreiðu skiptir máli. Því þegar gögnin eru óljós, verða ákvarðanir líka óljósar og gæði ákvarðana mikilvæg grundvallar málefni verða ekki sem skyldi. Aðgerðaleysi þrífst vel í upplýsingaóreiðu. Sérhagsmunir þrífast vel í upplýsingaóreiðu og upplýsingaóreiða nærir ágreining og óánægju. Orkuspá Íslands ekki pólitísk yfirlýsing, hún verkfæri. Hún landakort sem gefur okkur innsýn í framtíðina og hvað sé framundan. Og eins og allir vita að þá eru góð landakort verkfæri sem ger okkur kleift að ná áfangastað á öruggan hátt. Og af hverju gæti þetta skipt máli, spyr einhver. Það bara einfaldlega vegna þess að framundan eru mörg samtöl og margar ákvarðanir sem þarf að taka sem varða framtíð Íslands. Í raun má líka þessu við að vera að sigla skipi í Skerjagarði, þar sem allra veðra von og áskoranir eru til allra átta. Og þar sem markmiðið að komast heil á húfi í heimahöfn. Nýja orkuspáin, hún gerur okkur kleift að ganga til verka af festu, taka ákvarðanir sem stýra okkur fram hjá skerjum og hættum sem geta valdið skaða og taka ákvarðanir sem skila okkur heilum heim. Orkuspáin hjálpar okkur að taka ábyrgar ákvarðanir flókin mál þar sem hagsmunir og markmið geta skarast á. Ákvarðanir sem snúa að verndun náttúrunnar og náttúrugæða, nýtingu auðlinda, orkuskiptum, loftslagsmarkmiðum, lífsgæðum þjóðarinnar og velferð komandi kynslóða. Því þegar öllu á botninn hvolft, þá snýst kjarninn í ábyrgri stefnu fyrir Ísland í þessum málaflokkum tvennt. Annars vegar að taka ákvarðanir sem eru vinsælar og hins vegar að taka góðar ákvarðanir sem eru minna vinsælar. Orkuspá Íslands 2025 til 2050 einmitt þetta verkfæri, þetta landakort sem gerur okkur kleift að taka góðar ákvarðanir
með góðri blöndu af stefnufestu, hugrekki og auðmýkt, stefnufestu í takt við þau markmið sem íslensk stjórnvöld hafa sett, hugrekki til að virða faglegar upplýsingar sem hvoru tveggja í senn varpa ljósi á takmarkanir og tækifæri og auðmýkt þar sem við hlustum og samvinna leiðarljós við að skapa sem víðtækasta sátt. Okkar besta fólk hjá Raforkueftirlitinu, Landsneti og Umhverfis- og orkustofnun hefur gengið til verks einmitt með þetta hugafar. Og afrakstur þeirra vinnu verður kynntur hér á eftir. Að lokum vil ég kjarna þetta á eftirfarandi hátt. Þetta snýst að umgangast náttúruna okkar og auðlindirnar okkar á þann hátt að við getum horft í augun á börnunum okkar og sagt: við tókum góðar ákvarðanir, við tókum þær af ábyrgð og út frá upplýsingum án óreiðu og við skilum ykkur lífsgæðum, náttúrugæðum, velferð og tækifærum, ekki vandamálum. Takk fyrir. Ég vil þakka gesti fyrir þessu skýru skilaboð og gagnlegt að hafa þau bak við eyrað þegar við höldum áfram vegferðina saman. En þá komið að því, við bjóðum sérfræðing okkar velkomin að stíga á svið. Þau ætla að kynna hér öll í einu og ég ætla að kynna þau öll í einu og þau koma upp hér hvert á eftir öðru. En það eru Ingvar Þór Þorsteinsson frá Umhverfis- og orkustofnun. Hann byrjar á að fara yfir forsendur orkuspárinnar og jarðvarmaspánna. Næst á eftir kemur Silja Björk Axelsdóttir frá Umhverfis- og orkustofnun og hún mun fara yfir orkuskiptaspána og að lokum mun Arngunnur Einarsdóttir frá Landsneti koma og kynna raforkuspána. Þannig að við vindum okkur í þetta og bið Ingvar velkominn á svið. Þakka fyrir, Svandís. Almennt orkuspána, Orkuspá Íslands. Hún skiptist í 3 spár: raforkuspá, orkuskiptaspá og jarðvarmaspá. Einnig eru raunar 2 sviðsmyndir, grunnspá og háspá. Í grunnspá þarf að horft til miðspár í mannfjölda og fjölda ferðamanna og sögulegur vöxtur í iðnaði. Þar eru engar aðgerðir sem eru ekki ákveðnar. Í háspá miðað við háspá í mannfjölda og í fjölda ferðamanna og meiri vexti í iðnaði. Það er einnig gert ráð fyrir frekari aðgerðum sem hraða orkuskiptum. Og við ætlum að byrja á stuttri yfirferð jarðvarmaspána. Hér sjáum við heildar jarðvarmanotkun á Íslandi. Skipt niður á heimili, þjónustu, fiskeldi, iðnað og landbúnað. Rauntölurnar eru lengst til vinstri og síðan það sem gert ráð fyrir í grunn- og háspá. Notkunin þróast með fjölda breytna, til dæmis mannfjölda og fjölda ferðamanna. Við sjáum einnig aukningu vegna jarðhitaleitar átaksins Jarðvarmi jafna leikinn, þar sem markmiðið að draga úr raf- og olíukyndingu og auka jarðvarma á móti. Ef við horfum 10 ár fram í tímann, þá gera spárnar ráð fyrir 40–70% vexti. Heimilin í landinu hafa alltaf verið með í kringum 50% af allri notkuninni. Notkunin mun aukast í takt við þróun á breytum, stöðugt upp á við, en hlutfallið mun samt minnka samhliða vexti í fiskeldi og þjónustu. Og hér sjáum við með þjónustuna. Þjónusta 55% húshitun, 25% sundlaugar og 20% snjóbræðsla. Séu horft 10 ár fram í tímann, þá gerir grunnspá ráð fyrir 40% vexti en 70% í háspá. Vöxturinn tilkominn vegna mannfjölda, ferðamanna
og sundlauga, þar með talið baðalóna. Og þá erum við komin að fiskeldinu. Á næstu 10 árum gera báðar spárnar ráð fyrir og yfir þreföldun í jarðvarmanotkun á Íslandi. Það mest vegna uppbyggingar atvinnugreinarinnar á Suðurlandi og á Reykjanesi. Þá höfum við lokið yfirferð yfir jarðvarmann. Takk fyrir. Já, komið sæl. Ég ætla að kynna ykkur fyrir orkuskiptaspá Íslands. En jarðefnaeldsneyti stærsti hluti samfélagslosunar Íslands og hafa stjórnvöld sett sér háleit markmið í þeim málum. Það því mikilvægt að fylgjast vel með bæði stöðun í dag og líklegri þróun næstu ára, bæði út frá núverandi aðgerðum og þeim aðgerðum sem gætu orðið að veruleika. En óháð loftslagsáhrifum þá eru orkuskipti líka skynsamleg. En með því að nota hreina innlenda orkugjafa í staðinn fyrir innflutta getum við aukið orkuöryggi Íslands og stuðlað að gjaldeyrisparnaði. Ef við förum aðeins yfir helstu niðurstöður orkuskipta og stiklum á stóru, þá eru orkuskiptalandi almennt að ganga vel. Þróunin hefur þó verið aðeins hægari en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Orkuskipti í flugi og á hafi eru lítið sem ekkert hafin, en þar það aðalega bætt orkunýtni sem að skila árangri. En jú, með auknum orkuskiptum skapast meiri umræða raforkuþörf. En spáin gerir ráð fyrir hóflegri raforkuþörf vegna rafvæðingar, en hún getur orðið töluvert ef að rafeldsneyti verður framleitt hér innanlands. Orkuskipti eru þegar farin að skila árangri með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. En við skulum núna kafa aðeins nánar í niðurstöður eftir geirum. Hér má sjá niðurstöður orkuskipta hjá vegasamgöngum, en á Upsulunás táknar 1000 tonn af olíugildum og ef við skoðum aðeins myndinar þá táknar gráu svarti liturinn notkun jarðefnaeldsneytis og hini litinni táknar mismunandi endurnýjanlega orkugjafa. Sama hvort litið sé til grunnspár eða háspár ljóst að notkun jarðefnaeldsneytis fer minnkandi. Orkuskipti fólksbíla almennt að ganga vel, en yfir 50% nýskráninga eru rafbílar hjá heimilum og fyrirtækjum, en aðeins 10% hjá ökutækjaleigum. En þær standa fyrir 40% nýskráninga fólksbíla. Auk þess má nefna að þyngri ökutæki eru komin skemur, en möguleikum í nýorkutækni að fjölga hratt. Það má þá gera ráð fyrir miklum framförum á næstu árum. Ef við skoðum svo háspána aðeins nánar, þá gerir hún ráð fyrir öflugum aðgerðum. En gert ráð fyrir að aðeins verði hægt að nýskra hreinorkubifreiðar frá árinu 2028 í flokki fólks- og sendibíla og frá árinu 2035 fyrir stærri bifreiðar. Auk þess gerir hún ráð fyrir auknum kröfum í íblöndu lífeldsneytis og almennt hraðari þróun orkuskipta. Hér má sjá svo niðurstöður fyrir fiskiskip. En eins og sjá má eru orkuskipti ekki hafin í þessum geira. Þó má sjá að notkun jarðefnaeldsneytis að draga saman þrátt fyrir aukin aflaverðmæti. En þetta má rekja að mestu leyti til færri en stærri skipa sem draga því fram olíusparnað. Ekki gert ráð fyrir nýjum orkugjöfum vegna notkunar fiskiskipa á næstu árum í grunnspá, en á seinni hluta tímabils má gera ráð fyrir litlu magni endurnýjanlegra orkugjafa. Í háspá svo gert ráð fyrir 10% íblöndu lífeldsneytis verði frá árinu 2030 og að önnur orkuskipti verði hraðari en í grunnspá. Orkunotkun í millilandaflugi fer að mestu eftir fjölda erlendra ferðamanna, hvort sem litið sé til skiptifarþega eða ferðamanna sem að heimsækja Ísland. En forsendur fjölda ferðamanna byggja á spám Ferðamálastofu og Isavia. Forsendur orkuskipti í millilandaflugi gera ráð fyrir að innleiðing sjálfbærs stoðeldsneytis eða SAF-eldsneytis fylgi evrópskum viðmiðum bæði grunn- og háspá. Eins og sjá má hefur verið töluverð aukning í sölu eldsneytis á Íslandi til millilandasiglinga, en það má að mestu rekja til komu skemmtiferðaskipa. Flutningaskip hafa lítið verið að taka eldsneyti hér á landi, en mikil óvissa ríkir hvort að það muni áfram vera raunin með auknum orkuskiptum. En það sama má segja með skemmtiferðaskip,
hvort þau munu velja að taka rafeldsneyti hér á landi ef það verður í boði eða í öðrum höfnum. Gert er ráð fyrir að þróun í komu skemmtiferðaskipa fylgir hlutfallslega forsendum komu erlendra farþega með flugi í bæði grunn- og háspá. Einnig er gert ráð fyrir að fyrstu 10% nýrra orkugjafa verði í formi lífeldsneytis og í háspá er gert ráð fyrir að orkuskiptin gangi hraðar. Hér má sjá svo heildarmyndina á jarðefnaeldsneytisnotkun, en græni liturinn sem sagt táknar innanlandsnotkun á jarðefnaeldsneyti og blái liturinn táknar millilandanotkun. En ef við lítum á grunnspá þá erum við að ná að fasa út innanlandsnotkun í vegasamgöngum og í háspá erum við komin enn lengra, en þar erum við að ná að fasa næstum allri innanlandsnotkun út, en þar eru það aðalega fiskiskipin sem standa eftir. En eins og ég nefndi áðan þá eru orkuskipti ekki hafin í þeim geira. Meiri óvissa er millilandanotkun og hversu hratt orkuskiptin er að raungerast þar. Að lokum langar mig að fara yfir raforkuþörf vegna orkuskipta, en eins og sjá má er mikill munur milli grunnspá og háspá. En orkuskipti sem fara fram með beinni notkun raforku eru innifalin í grunnspá. Í grunnspá er svo ekki gert ráð fyrir umtalsverðri aukinni notkun stórnotenda vegna orkuskipta umfram það sem er nú þegar í rekstri eða hefur verið staðfest með endanlegri fjárfestingarákvörðun. En undir það fellur framleiðsla á rafeldsneyti. Í grunnspá er gert ráð fyrir að endurnýjanlegt eldsneyti verði innflutt að mestu leyti, en í háspá er gert ráð fyrir að hluti rafeldsneytisverkefna verða veruleika hér innanlands og að framleiðsla verði umfram eftirspurn út tímabilið. Ef förum svo aðeins í raforkuþörf vegna rafvæðingar bílaflotans er hún áætluð vera 0,5 terawattstund árið 2030 og alltaf 2,5 terawattstundir við full orkuskipti í vegasamgöngum. En til samanburðar þá er heildar raforkunotkun á Íslandi 20 terawattstundir. Töluvert meiri raforku þarf til ef forsendur háspár eftirspurn eftir rafeldsneyti ganga eftir og ef rafeldsneyti verður framleitt hér innanlands. En ljóst er að til skemmri tíma er grunnspá ekki að skila okkur nógu nálægt markmiðum okkar og skuldbindingum, en það er því mikilvægt að fylgjast vel með og sjá hvort þörf sé á frekari aðgerðum. Takk kærlega fyrir mig. Komið sæl. Ég ætla að segja ykkur frá niðurstöðum raforkuspárinnar. Fyrst ætla ég aðeins að kynna ykkur fyrir þróuninni sem hefur verið að eiga sér stað á markaðinum og í umhverfinu hjá okkur. En við erum að sjá að það er ný tegund af iðnaði að koma inn og það er landeldi sem er að auka mikið við sig í orkunotkun og færist það úr því að vera almennur notandi yfir í að vera stórnotendur. Einnig sjáum við að það eru mikil vaxtartækifæri hjá gagnaverum samhliða aukinu þörf fyrir gagnavinnslu og þá sérstaklega ber að nefna gervigreind og þróun á henni. Svo erum við að sjá að með tilkomu hraðari tækniþróunar og fjölbreyttari þarfa hjá stórnotendum og vinnslu er meðal annars þörf á auknum sveigjanleika og kvikara viðskiptaumhverfi. Það er mikil þróun og mikil óvissa í alþjóðaumhverfinu sem hefur meðal annars áhrif á kísiliðnað og framboðið er enn í hægum vexti en virkjanakostir er að koma seinna inn en í fyrri spám og valda þar óvissa í lagaumhverfinu og óvissa vegna kærumála. Við skulum svo skoða framboðið, byrjum á því. Hérna má sjá það mögulega framboð sem við gerum ráð fyrir að koma inn á næstu 10 árum. Þetta er niðurstaða úr samtali okkar við virkjanaaðila, en hér getið séð hvernig þetta skiptist eftir tegundum vinnslu, það er að segja vindorkan er græn, jarðvarminn er appelsingulur og vatnsorkan er blá. Við tókum eingöngu tillit til þeirra virkjanakosta sem hafa hlotið meðferð á rammaáætlun og verið samþykktir á Alþingi. Og þetta var gert til þess að vera með ákveðin grunn að því framboði sem liggur fyrir núna. Þannig að það er aðeins þeir virkjanakostir sem koma úr 4. áfanga af rammaáætlun og fyrr sem eru hér
inni. Þessi tímalína sett fram með líka fyrirvörum það að það óvissa sem ég myndist á hér áðan vegna leyfisveitingaferla og vegna kærumála og að þessi þróun hún gæti orðið öðruvísi sérstaklega þegar líður á tímabilið. Ef við förum svo yfir í notkunarhliðina, þá skiptum við notkun á raforkumarkaði yfirleitt í tvenns konar notkun. Það annars vegar almenn notkun og undir það flokkast þá heimili og smærri fyrirtæki eða öll þau fyrirtæki sem ekki eru stórnotendur á raforku og svo hins vegar stórnotendur. Hérna getið þið séð eftir notkun og flokkum hvernig þróunin hefur verið í almennri notkun og hvernig hún verður samkvæmt grunnspá og háspá. Sjá má að það búin að vera töluverður breytileiki í ýmsum flokkum, meðal annars í iðnaði, þar sem að mikill breytileiki á notkun til að mynda fiskimjölsverksmiðja eftir því hvernig uppsjávarafl ef þau skoðið sögulegu tölurnar, hérna, rauntölur. Og svo líka breytileiki í þjónustu, meðal annars með tilkomu ferðamanna. Ef við skoðum aðeins hvernig þróunin næstu ár miðað við fyrri spár, þá erum við að sjá að hún hægari. Vöxturinn hægari miðað við fyrri spár vegna færslu á meðal annars landeldi yfir í stórnotkun og svo eru orkuskiptin að ganga hægar en fyrri spár sögðu til eins og Silja fór yfir. Og einnig veldur að átakið jarðvarmajafnarleikin að færa raforkunotkun yfir í jarðvarmanotkun. En ef við skoðum hvaða flokkur að valda mestum vexti til framtíðar, þá sést að það flokkurinn orkuskipti innanlands, en það að langmestu leyti rafbílavæðing eins og Silja fór yfir. Og hún mishröð eftir sviðsmyndum og mishá. Ef við förum svo yfir skiptingu á stórnotkun og hvernig þróun verður þar, þá hérna svona kleinurhringjagraf, þar sem að innri hringurinn táknar niðurbrot á stórnotkun eins og hún í dag og ytri hringurinn sýnir hvernig ætlað að þróunin verði í lok spátímabilsins. Við getum séð hérna grunnspá og háspá og þessi notkunarflokkar sem við tökum fyrir eru þá álver sem eru blái liturinn, gagnaver sem eru appelsínuguli liturinn og græni liturinn táknar aðra stórnotkun og undir því þá meðal annars matvælaframleiðsla, kísiliðnaður og fleira og svo það ljósblái liturinn sem rafeldsneyti og kemur aðeins inn í háspá. Sem stendur þá standa álver undir langmest af notkun hjá stórnotkun og notkun á raforku innanlands á Íslandi. En eftir því sem líður á spátímabili þá mun þessi mynd breytast. Við sjáum ekki að álverin sé að bæta mikið við sig í þessar spá, en á móti kemur að það mikil vaxtarmöguleikar hjá gagnaverum og það eykst mikið við aðra stórnotkun líka. Og breytast þá álverin úr því að vera mjög stór hluti af notkuninni í að vera undir 75% í grunnspá og vera komin með minna en 50% af notkuninni í háspá. Ef við skoðum svo hvernig rauntölur hafa verið eftir þessum flokkum og hvernig við sjáum flokkana þróast næstu árin, þá sést að það verður töluvert mikil lækkun á notkun stórnotenda á næsta ári og þetta tilkomið vegna bilunar og rekstrarstöðunar. En það réttir fljótt úr kútnum og við sjáum að myndin breytist stöðugt í þróun upp á við. Ef við skoðum hvernig þessir flokkar hafa verið í sögulegu samhengi, þá má sjá að gagnaverin hafa dregið saman undanfarin ár og hafa þau dregið saman helming frá 2022. En spáin sýnir að þau munu auka aftur við sig og það eru þarna vaxtartækifæri eins og við fórum yfir, en þau auka mismikið við sig eftir sviðsmyndum. Einnig önnur stórnotkun að aukast og hún eykst svipað mikið eftir sviðsmynd en mishratt. Loks má sjá að rafeldsneyti kemur til inn á tímabilinu í háspá, en það að koma seinna inn en í fyrri spá. Og má það nefna að veldur að tækniþróun hefur verið hægari í bæði á notendahliðinni og framleiðsluhliðinni fyrir rafeldsneyti og alþjóðaumhverfið líka breytt í myndinni frá gerð síðustu spár.
Ef við sjáum síðan hvernig þessar tvær myndir, hvernig þessar tvær spár framboð og eftirspurn að spila saman, þá getum við, sérstaklega fyrir næstu 5 ár, þá getum við hérna sýnt mynd þar sem flekarnir tákna þá orku sem að koma inn, skipta niður eftir framleiðslu, þar sem bláa vatnsorka, bleika jarðhiti og græna vindorka. Svo kemur einnig inn sólarorka á tímabilinu en hún svo lítil að hún sést ekki á þessu grafi. Og þetta aukningin sem að mun koma inn á næstu 5 árum samkvæmt þessari spá. En svo getum við séð hvernig aukningin verða á eftirspurnarhliðinni eftir þessum 2 sviðsmyndum, þar sem appelsínugula línan táknar þá háspá og bláa línan táknar grunnspá. Og sést hér að það tvísýnt það hvort að raforku framboð mæti eftirspurn, sérstaklega 2029, miðað við grunnspá. Það líka ljóst af þessari mynd að það ekki mikið svigrúm fyrir vöxt í notkun. Og þessi mynd sýnir þá sömu mynd bara með einum fleka fyrir allt framboðið og síðan 2 línum sem sýna eftirspurnina út allt spátímabilið. Og ef horft á myndina þá sést að frá 2033 sérstaklega mjög lítið svigrúm til að mæta aukin eftirspurn í háspá. Framboðið virðist vera að mæta grunnspá á þessari mynd en hún líka sett fram með þeim fyrirvara að hún tekur ekki tillit til slæmra vatnsára. Ef það rignir lítið á hálendinu þá gæti þessi fleki minnkað sem nemur 1 terawattstund. Og hún tekur einnig ekki tillit til takmarkana í flutningskerfinu. Þannig að ef það kemur nýr notandi á suðvesturhorninu en það kemur ný virkjun á norðausturlandi, þá gæti verið erfitt vik án þróunar flutningskerfisins að flytja þessa orku á milli landsvæða. Ef við skoðum síðan hvernig þróunin hefur verið í sögulegu samhengi, þá getum við kannski dregið línu frá byrjun spátímabilsins 2005 og að 2024-2025. Og þá sést að ef við ætlum að fylgja þeirri línu, værum við að fylgja háspánni. Ef við hins vegar værum að fylgja því sem hefur verið gerast frá 2010 og fram til 2024-2025, þá værum við að fylgja grunnspá. Og sýnir þetta að það ásamt myndinu sem ég fór yfir áðan, að það ekki mikið svigrúm til að mæta vexti sem gæti verið í háspá. Ef við tökum þetta svo allt saman, þá sést að til skemmri tíma spáin lægri en síðasta spá, bæði fyrir stórnotkun og almenna notkun. Við lok tímabilsins þá hefur raforkunotkun þó aukist 4 í grunnspá en hún hefur 2-faldast í háspá. Það töluverð óvissa hjá stórnotendum raforku vegna breyttrar stöðu á alþjóðamörkuðum og við erum að horfa fram á nýja viðskiptatolla og sjáum ekki fyllilega hvaða áhrif þeir munu hafa. Tækniþróunin hröð og umhverfið stöðugt að breytast og með þessum breytingum þá fylgja áskoranir sem við getum líka litið á samt sem tækifæri. En til þess að gera það, þá þurfum við að hafa skýra stefnu frá stjórnvöldum hvernig á að gera það. Orkuskiptin farin af stað og þau farin að draga úr losun á gróðurhúsalofttegundum vegna notkunar á jarðefnaeldsneyti innan lands sérstaklega en þó ekki svo hratt að markmið stjórnvalda náist fyrir 2030 án frekara aðgerða. Og mun losun vegna millilandanotkunar aukast áður en áhrif orkuskiptanna ná fram samdrætti. Orkuskipti innanlands að langstærstum hluta fólgin í rafbílavæðingu en sú aukning felur í sér hóflega aukningu á raforkunotkun. En ef við ætlum að fylgja sviðsmynd í háspá framleiðslu á rafeldsneyti innanlands þá þarf töluvert meiri raforku til. Takk fyrir mig. Hér hafa verið kynntar niðurstöður Orkuspár Íslands fyrir tímabili 2025 til 2050. Við erum að sjá talsverða aukningu í notkun jarðvarma á næstu árum, hægari orkuskiptum en fyrri spár gerðu ráð fyrir
og síðan sýnir raforkuspáin mikla óvissu framundan í þróun stórnotkunar. Nýr iðnaður er að verða til og það eru mikil vaxtatækifæri til staðar hjá gagnaverum. Á sama tíma hefur erfiðlega gengið að koma nýju framboði inn á markaðinn. Þessi þróun hefur verið mun hægari en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Raforkuspá er fagleg spá stöðuna í raforkumálum. Spá vænta þróun og horfur hér á landi, en frekari ákvarðanir stjórnvalda þurfa að vera teknar til framtíðar, því að ef að spáin raungerist, stendur orkuöryggi teflt. Það er vegna þess að óvíst er hvort að framboð mæti eftirspurn til 2030. Nú bjóðum við hæstv. Ráðherra Jóhann Pál Jóhannsson velkominn á svið. Hann ætlar að opna nýja heimasíðu Orkuspár Íslands og jafnframt gefa okkur innsýn inn í áform ráðherra í orkumálum. Íta hér. Enter. 1, 2 og... Nú þurfum við aftur ekki þetta. Þetta er það verið komin. Þetta er alltaf hrynja. Já. Já. Svo er ég með glærur, eða ekki? Það eru konar. Frábær. Takk hérlega, Hanna Björg. Eins og Hanna Björg kom inn á og gestur líka hérna áðan, þá er mjög mikilvægt að gera skýran greinarmun á því sem við verðum að kynna hérna í dag, sem eru hlutlægar spár orkunotkun og vinnslu á næstu árum. Og svo hins vegar stefnumörkunar stjórnvalda. Þetta eru tveir ólíkir hlutir og stefna stjórnvalda getur aldrei bara byggt á því að elta í blindni eftirspurnar spár. Einhverja spár það hvernig eftirspurnin muni þróast. Stefna stjórnvalda hlýtur líka að byggja á ákveðnu verðmætamati það hvað sé eftirsóknarvert. Mér hefur stundum þótt umræðan orkumál breytast í svona einhverja öskurkeppni milli annars vegar hóp sem segir að það þurfi að stórauka orkuframleiðslu strax, tvöfaldana jafnvel á örfáum árum, annars fari bara allt í skrúfuna, og svo hinna sem vilja helst bara ekkert virkja og segja að það sé nóg að stækka til dæmis bara þær virkjanir sem fyrir eru, það sé alveg nóg, það sé engin orku þörf. Og það er kannski orð sem hefur ruglað stundum umræðuna. Að því stóra spurningin er ekki hver er orku þörfin, hvað þurfum við mikla orku. Stóra spurningin er þessi, hver er orku vilji samfélagsins, hvað viljum við sem samfélag framleiða og nýta mikla orku. Og hvernig ætlum við að gera það? Til hvaða orkuöflunar tækifæra ætlum við að horfa? Og þetta er auðvitað nátengt spurningunni það hvers konar hagvöxt við viljum helst ýta undir á Íslandi, hvernig við viljum að verðmætasköpun næstu ára sé knúin áfram. Það er pólitískt áherslumál hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að afla aukinnar orku til þess að styðja við spennandi atvinnuuppbyggingu all land, til þess að skapa fyrirsjáanleika og ný fjárfestingartækifæri þegar kemur að orkusæknum iðnaði og til þess að standa undir hröðum orkuskiptum. Hér á þessari mynd sjáum við annars vegar vænta eftirspurn eftir orku. Við erum með háspá og grunnspá og svo sjáum við raforkuframboð sem er búið að áætla fram í tíman, meðal annars út frá þeim virkjunarkostum sem Arngunnur fór hérna yfir áðan og birti upp á skjánum. Og þar er stækkun virkjana sem fyrir þetta eru smávirkjanir og virkjunarkostir sem hafa þegar verið samþykktir
í rammaáætlun. Þetta eru líka vatnsaflskostir sem væru algjörlega stopp og í algjöru uppnámi ef við hefðum ekki farið hratt í að breyta lögum stjórn vatnamála í vor og nú heildarendurskoðun á þeim lögum langt komið og ég gerir ráð fyrir að flytja frumvarp til nýrra heildarlaga stjórn vatnamála núna eftir jól, eftir áramót. En ef við zoomum svo inn og skoðum aukningu í eftirspurn, það að segja væntri eftirspurn og aukningu í þessu sama framboði. Nú sjáum við þetta aðeins betur þegar við núllstillum þetta svona. Og eins og Arngunnur kom inn á þá er þetta svolítið tæft, ansi tvísýnt þarna og sérstaklega þegar horft til þess að þarna ekki tekið mið af mögulegum ekki horft til flutningstakmarkana og þess hvernig vatnsárið hverju sinni, hversu mikið rignir. Þannig að það ekki hægt að útiloka það að komi til raunverulegs raforku skorts og þess vegna mikilvægt að við séum búin að lögfesta loksins forgang almennings og mikilvægra samfélagsinnviða í orkuskorti með frumvarpi orkuöryggi sem við afgreiddum í vor og nú verið að vinna að reglugerð og orkuöryggisviðmiðum á þeim grunni. Þetta skiptir gríðarlegu máli sérstaklega upp á næstu árin. En nú þannig að ríkisstjórnin búin að leggja fram 2 rammaáætlanir, 2 rammaáætlunarpakka á núverandi löggjafarþingi og þar í rammaáætlunarferlinu líka til umfjöllunar nokkur fjöldi vindorkukosta sem við ætlum að koma með inn á Alþingi þegar við erum búin að klára löggjöfina vindorkunýtingu og staðsetja vindorkuna betur í rammaáætlunar umgjörðinni. Ef við ímyndum okkur að þeir 2 rammaáætlunarpakkar sem eru til meðferðar á Alþingi núna verði samþykktir og að það komi inn 2 meðalstórir vindorkukostir, til dæmis af þessum 10, þá þetta breytingin sem verður. Þarna erum við að tala þá Holtavirkjun, Skrokkölduvirkjun, Urriðafossvirkjun, svo erum við að tala 2 vatnsaflskosti á Vestfjörðum, Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun. Inn í þessu hérna eru smávirkjanir eins og Kvíslartunguvirkjun sem til meðferðar núna hjá Umhverfis- og orkustofnun. Inn í þessu líka Hvammsvirkjun. En hér bætast á við þessi sem ég nefndi, pluss Tröllárvirkjun, Skúfnavatnavirkjun og Bolaalda. Þetta kemur þarna inn smá saman eftir því sem tíminn líður. Þannig að við sjáum strax talsvert skárra jafnvægi svona milli eftirspurnarinnar eins og Hásbáin gerir ráð fyrir og vænts framboðs. Og ef ég nægi að standa við það sem ég sagði þegar ég tók við embætti að ég ætla að leggja fram og fá samþykktan nýjan rammaáætlunarpakka á hverju ári eða hverju löggjafarþingi kjörtímabilsins, þá mun þessi mynd halda áfram að breytast jafnt og þétt núna á hverju ári og þá ætti þetta að líta talsvert betur út og fyrirsjáanleiki varðandi orku framboð verða miklu meiri. Við sögðum fyrir kosningar að við ætluðum að stefna að því að orku framleiðsla myndi aukast 5 teravattstundir á næstu 10 árum. En með þessum rammaáætlunarpökkum þá náum við því markmiði og gott betur á 10 árum. En ekkert af þessu gerist af sjálfu sér. Til þess að virkjunar áformin gangi eftir þá þurfum við að halda vel á spöðunum. Við þurfum að halda áfram að ryðja burt hindrunum, einfalda regluverk, eyða óvissu í lagaumhverfi eins og það var orðað hérna áðan. Og þetta nákvæmlega það sem við erum að gera með þeim frumvörpum sem núna liggja fyrir á þingi og eru á þingmálaskrá fyrir vorið. Þarna erum við að stytta ferla, við erum að fækka afgreiðslustöðum, við erum að veita Umhverfis- og orkustofnun mjög víðtækar heimildir til þess að sameina mismunandi leyfi í eina leyfisveitingu. Við erum að mæla fyrir forgangsmeðferð virkjana í orkunýtingaflokki rammaáætlunar og svo erum við að binda rammaáætlunarferlið við orkuöflunarstefnu og töluleg orkuöflunarmarkmið stjórnvalda sem koma þá fram í orkuöflunarstefnu sem verður kynnt á næsta ári.
Við erum að hætta að gera kröfu starfsleyfi vegna hverrar einustu borframkvæmdar eins og nú tíðkast og við erum að rýmka umhverfismatsskilyrðin og svona mætti lengi telja. Allt þetta breytingar sem eru til þess fallnar að stytta verulega þann tíma sem tekur að koma virkjunum af hugmyndastigi yfir á framkvæmdastig og markmiðið skýrt að það taki segjum 4 til 5 ár frekar en 15 til 20 ár að koma virkjunar framkvæmdum af stað. En nú ætla ég að segja þetta gott og fá að gefa Rögnu Árnadóttur, forstjóra Landsnets, orðið. Takk. Ráðherra, góðu gestir. Þetta búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert að sjá þessa orkuspá. Þetta mjög mikilvægt fyrir okkur og ég vil byrja á því að þakka þeim sem komu að þessu. Þetta samstarfsfólki mínu hjá Landsneti og Raforkueftirlitinu og Umhverfis- og Orkustofnun. Tek undir með gesti að það mikilvægt að við útrýmum svona efasemdum eftir því sem hægt Þetta getur fólk haft hinnar þessar skoðanir, en það einfaldlega þannig og það sem við erum búin að sjá í dag, það sýnir það að við verðum að byggja ákvarðanatökur á gögnum og upplýsingum. Af því að spáin aldrei annað en spáin í framtíðina, en hún byggist á því sem við vitum í dag. Og ef okkur líkar ekki það sem við sjáum, þá eigum við auðvitað að geta breytt því. Við getum vissulega ekki, það getur verið erfitt að fást við léleg vatnsár en það var nefndar flutningstakmarkanir áðan og það hægt að kljást við. En ég ætla samt að byrja á því að segja að af hverju Landsnet, af hverju þetta mikilvægt fyrir okkur að það sé unnin orkuspá og tala nú ekki að þetta sameiginleg orkuspá. Við sleppum þá allavega þar yfirildi. Það alveg nóg að þau samt. Við höfum það lögbundna hlutverk að reka og byggja upp flutningskerfið. Það okkar skylda. Við viljum geta svarað væntanlegum viðskiptavinum hratt og vel. Hvernig í pottinn búið, hver eru möguleikarnir, hvernig eru framtíðarhorfur. Það eru hlutir að gerast, þróunin hröð, en við viljum geta verið í stakk búin til þess að svara þessu spurningum. Og af hverju það mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í þessari vinnu? Jú, við vitum ýmislegt. Við erum búin með miklum upplýsingum sem að við teljum að þurfa að koma á framfæri og nýtist í svona orkuspá eins og í dag. Þá komum við að því sem að mér afar hugleikið og það að það eru flutningstakmarkanirnar. Ráðherra búin að gera grein fyrir hér uppbyggingar áformum og orkukosta. En hvað þýðir það að byggja upp orkukosti og auka við framleiðsluna, orkuvinnsluna, ef ekki hægt að flytja hana á milli og ekki hægt að nýta hana sem best? Það hreinlega gengur ekki upp og það sem þessi orkuspá sýnir okkur að við verðum að fara að herða okkur í þessu og gera betur. Við getum ekki látið flutningstakmarkanir, stórar eða smáar, hindra það að við nýtum okkar dýrmætu orku, hina takmörkuðu auðlind sem best. Þannig að við þurfum að vinna þessu saman, ekki bara Landsnet, þetta auðvitað okkar hlutverk að byggja upp flutningskerfið og reka það, en við heitum og treystum á ykkar stuðning. Það bæði orkugeirinn að sjálfsögðu, atvinnulífið, heimilin í landinu, landsmenn. Þannig að mér finnst þetta vera algjört þjóðþrifamál og það sem við höfum heyrt hér í dag undirstrikar það bara. Þannig að takk fyrir góða vinnu, takk fyrir samstarfsfólk mitt, takk fyrir Raforkueftirlitsins aftur og Umhverfis- og Orkustofnunar. Þetta var frábært starf hjá ykkur. Takk. Ég vil þakka ráðherra kærlega fyrir hans orð og það má heyra að mikill vilji til athafna af hans hálfu til góðra verka fyrir að kemur að orkumálum. Ég vil líka þakka forstjóra Landsnets fyrir þessu orðum mikilvægi flutningskerfisins við þróun raforkumarkaðar og markmið stjórnvalda í orkuskiptum.
Við viljum þakka öllum sem að hafa komið að kynningum hér í dag og lagt sitt af mörkum til þess að sameiginleg orkuspá Landsnets, Raforkueftirlitsins og Umhverfis- og Orkustofnunar hefur nú litið dagsins ljós. Orkuspáin er grundvallar stjórntæki sem styður við starfsemi eftirlitsins og leggur grunn að sviðsmyndum fyrir orkuöryggi, orkuskipti og markaðsþróun. Áframhaldandi samvinnu er ekki lokið, en við breytingar á raforkulögum fyrir árinu voru lögfest ákvæði hlutverk Umhverfis- og Orkustofnunar í því að leggja mat á raforkuöryggi í samvinnu við flutningsfyrirtækið út frá áætlaðri þróun á framleiðslugetu og eftirspurn. Jafnframt skal Umhverfis- og Orkustofnun birta ársfjórðungslega mat á stöðu raforkuöryggis. Samkvæmt lagabreytingunni liggur raforkuspáin og aflspáin þessu mati til grundvallar og því var þessi sameiginlega vinna afar mikilvæg og mikilvægt skref fyrir áframhaldandi mat á raforkuöryggi. Við getum nú saman veitt mun betri ráðgjöf til ráðherra þær ákvarðanir sem nauðsynlegt verður að taka á næstu misserum. Þessi vinna verður unnin á nýju ári og hlökkum við til að kynna niðurstöður fyrir ykkur. Við þökkum ykkur í salnum kærlega fyrir komuna hingað í Hörpu og við viljum bjóða ykkur kaffi hér frammi, en jafnframt minna að við verðum áfram hér til samtals og til þess að svara spurningum ef þær vakna. Takk fyrir okkur.